ég fór að kveðja hann og átti með honum yndislega stund og færði honum þakkar kveðju frá Landssamtökunum. Hann var í varastjórn í áraraðir og búinn að vera stjórnarmaður í Virk og svo framvegis. Og þá var hann náttúrulega að taka til. Og hann segir mér frá því að hann sem svolítið skemmtilegt og sýnir mér þetta. Og þá hafði ég einmitt sama dag átt samtal við Má Guðmundsson og ég segi hann, heyrðu, þú voru að henda þessu í skannan, sko. Ég verð að fá þetta að gefnu tilefni. Og þarna sjáum við að það eru liðin 30 ár síðan að þetta eru salfréttir í nóvember 1995 og þá var hann kynntur sem mikill sérfræðingur lífeyrismál og hefði verið að skrifa skýrslu. Hann heldur áfram að skrifa skýrslur lífeyrismál og þarna segir hann S-in 3 eru megin styrkleiki lífeyrissjóðakerfisins. Og vitið hvað það er? Það er skylduaðild, sjóðsöfnun og samtrygging. Og ég vona að okkur muni færa að skæfa til inn í framtíðina. Hér er fullt af fólki með mikið völd og er annt samfélagið. Að við munum halda vörð þessi 3S eins og Már hafði á sínu tíma. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra og bjóða Má velkominn hér í pontu því að hann er að vinna fyrir okkur skýrslu lífeyrissjóðakerfið sem verður á ensku og er svona á lokametrunum með það verkefni. Gjör svo vel, Már. Já, þakka þér fyrir þessa skemmtilegu kynningu, Þórey, og þakka ykkur fyrir að gefa mér tækifæri til að ræða svona stóru myndina einhverju leyti varðandi lífeyriskerfið. Eins og Þórey minntist á að þá hafði ég skrifað bækling sem var gefin út 1995 og það var svona fyrsta skýrsla sem að Landssamband lífeyrissjóða og Samband almennra lífeyrissjóða gaf út og það var nú svona uppæðið af því að ég fór að komast í þessar skriftir en áður hafði ég verið í miklu samstarfi við Hrafn Magnússon og Þorgeir Eyjólfsson í stjórn Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda og þar var þetta til og ég bjó nú til eina grænu til að útskýra aðeins af hverju ég er hér en Þórey er búin að taka mig svolítið ómakið en sko bakgrunnurinn er sá að ég skrifa 3 ritgerðir íslenska lífeyrissjóðakerfið á 9. áratugnum og í upphafi aldarinnar og 2 voru íslensku og önnur kom út 1995 og er þarna nefnd og hinn kom út í maí 2000. Hún var miklu stærri og fór yfir meira svið og síðan var þessi grein sem var birt í upphafi árs eða snemma árinu 2001 reyndar byggði að verulegu leyti á íslensku skýrslunni, var styttri og mér skildi svo eftir á heyrði ég lengi í lífeyrissjóða fólki að hún væri nú að nýta svona sæmilega í að kynna kerfið fyrir útlendum fólki og veitti kannski ekki af þetta var svolítið svona sérstakt kannski til dæmis það er að í skýrslunni 1995 að þá sem að ég var nú að reyndar að leita af síðustu daga alveg lon og dór og finn hvergi og það nú eiginlega að fá þína hjálp Þórey til að finna vegna þess að þetta fyrir tíma internetsins og hún kemur ekki upp þar og svo aðeins en ég vil nú gjarnan eiga hana, hún hlýtur að vera í skjalasafni ykkar að þá var mikil umræðu það að sjóðirnir væru allir á hausnum, þeir voru bara búnir og það þyrfti bara byggja algjörlega nýtt kerfi og svo til dæmis þetta og ég vitna í þetta í skýrslunni minni 2001 að þá sagði OECD 1993 að þau þyrfti að hækka iðgjöld í almenna kerfinu í 17% og í 27% í opinbera kerfinu til að það gengi yfirleitt bara upp ella
myndi eignir eyðast mjög hratt eftir 2010. Ég hafði mjög gaman að vitna í þetta í skýrslunni sem kom út 2000 vegna þess að á þeim tíma var þegar byrjað að auka við réttindi vegna þess að hinn tryggingafræðilega staða var svo góð. Þannig að þetta er svona minn bakgrunnur, en svo var ég bara lengi í burtu frá þessum vettvangi, svona nema bara einhver svona smá. En eftir seðlabankastjóratíð mína þá dregst ég aftur inn í þetta og ég held að það hafi verið COVID sem að bjargaði því vegna þess að ég var búinn að gera alls konar ráðstafanir til að vera hingað og þangað heiminn á seinni hluta árs 2020 og fleira og það fór eins og það fór. Og þá gerist þrennt, annars vegar skýrsla stöðu lífeyrissjóði í hagkerfinu sem var skýrsla fjármál- og efnahagsráðherra til Alþingis, en ég var fenginn til að skrifa og birtist í mínu nafni, það var svolítið svona skrítinn strúktúr, síðan skýrsla til fjármál- og efnahagsráðherra takmarkanir á gjaldmiðlaáhættu lífeyrissjóða 2022 sem var svo aðdragandinn að því að farið var í þetta að lyfta þakinu og efnum í erlendi mynt. Og síðan lendi ég inn í það að og núna árunum 2023-2024 að skrifa ýmislegt fyrir grænbókina, en ég var þá áður byrjaður á reynda því sem ég er í gangi núna, og það er þessi endurgerð þessar ritgerðar, og það er nú Ólafur í Birtu sem að ber ábyrgð á því að hann hafði samband með mig og dró mig á stað í þessu verkefni sem byrjaði þá snemma árs 2023, en síðan hafa Landssamtökin eðlilega tekið það yfir. Og þetta er nú ástæðan fyrir því að ég er að gera þessa skýrslu sem að verður alla tilbúin að minni hálfu mjög fljótlega, en svo er náttúrulega alltaf einhver púss eftir og svona, en það er endurgerðin á þessu riti hér og þetta eru sem sagt kaflarnir í því. Þetta eru 9 kaflar og þetta er töluvert víða meira heldur en fyrri skýrslan, og í viðbót við þessa kafla þá eru nokkrir viðaukar, þar á meðal endurnýjaðar og samræmda tímaraðir fyrir lífeyrissparnað frá 1962 og eins og ég segi, umfangið verður þó nokkuð meira en 2001. 2001 greinin var 14 síður í peningamálum á ensku, reynda lítið letur og svona, já, erfitt með að lesa þetta í dag, en sem samsvara kannski einhverjum 30 síðum í núverandi formi, en þetta verður lengra. Og ástæðan er sú að það hafa orðið á þessu tímabili, sem frá, ég hugsaði þetta tímabil þannig að það sem ég skrifaði og birti 2000 og 2001 var allt byggt á gögnum 1999, það er eiginlega stopppunkturinn. Og núna, það sem ég hef verið að skrifa, er byggt á gögnum 2023. Svo fer nú fljótlega að koma ný skýrsla frá Seðlabankanum og þá verður kannski hægt að uppfæra það. En í þessum tíma hafa orðið mikla breytingar á kerfinu. Það er konar nýjar áherslur þar sem enginn var að ræða á þeim tíma, allavega ekki þeirri umræðu sem ég var í, svo sem eins og var þetta stjórnþætti og áhættu mælingar og stýringu og eftirlit og annað þvílíkt. Og síðan hafa komið nýjar rannsóknir eins og í þessu verkefni sem að þið eruð með í sameiginlega með fjármál- og efnahagsráðuneytinu og Seðlabankanum og háskólunum og víðar. Og þetta endurspeglast sérstaklega í þessum köflum 3 sem er stjórnhættina og áhættustýringuna og allt þetta, og köflum 5 þar sem er miklu meira og það er líka í kafla 2 af vísu, miklu meira lífeyrisréttindin heldur en að var í skýrslunni sem ég skrifaði hérna áður. Ég var að nálgast þetta meira sem svo makrohagfræðingur allan tíman, en með því að en gegnum árin hef ég brotist inn í lögfræðina og míkróþáttin í þessu, og þannig að
það verður þarna og síðan er kaflinn efnahagslega áhrif töluvert víða meiri, meðal annars út af mikil umræðu sem orðið þann þátt og þessar rannsóknir. Nú, og ég held að þetta sé nú ástæðan fyrir því að ég hérna mættur að tala við ykkur núna. Það þessi bakgrunnur sem ég var að velta farið hérna í gegnum og ég ætla náttúrulega ekki að fara að rekja fyrir ykkur hvað þarna í þessari skýrslu vegna þess að þá var ég að segja ykkur svo mikið af hlutum sem þið viti náttúrulega mjög vel og alveg eins vel og ég. Og mér datt í huga að það væri kannski áhugaverðara að velta fyrir sér hvað hefur breyst á þessum aldarfjórðungi 1999-2023 og svo hvað segir það okkur kerfið. Jú, það náttúrulega í fyrsta lagi það að umfangið og samsetning og hagkvæmni lífeyriskerfisins hefur náttúrulega breyst mjög mikið og við hefum náttúrulega hækkað skylduiðgjaldið úr 10% í 15,5%. Við fórum ekki búin að ná 17% sem OECD vildi að við hefðum, en það var alltaf miklu lægra réttindastig sem þar var að vera að ræða með sama og svo þessar samræming á almennum opinberum markaði. Lífeyriseignirnar, þær hafa aukist sem hlutfall landsframleiðslu 4,5 sinnum og iðgjöldin 2,6 sinnum og greiðslur til sjóðfélaga 5,3 sinnum. Nú síðan hefur hlutdeild séreignar í lífeyriseignum hækkað mjög. Hún var bara 16% þarna 1999 og komin upp í 16%. Það eru líka orðið breytingar á samsetningu lífeyrisins sem að lífeyrissjóðirnir eru að greiða. Hlutdeildin í ævilöngum ellilífeyri hefur aukist og aukist verulega og farið fram úr almannatryggingunum en minnkað hins vegar í örorkulífeyrunum þar sem almannatryggingarnar er ennþá stærri. Og síðan hefur hlutdeild erlenda eigna í erlendi mynt tvöfaldast frá 20% cirka í nærri 40 og lífeyrissjóðum fækkað úr 60 í 21. Þannig að þetta er allt annað kerfi hvað umfangið varðar á einhverju leyti varðandi samsetninguna. Síðan hefur regluverkið, ég ætla ekki að segja mikið það, og eftirlitið hefur að mínum mati bæði batnað og þyngst. Það er annars vegar miklu fullt af nýjum hlutum sem eru komnir þarna inn, sem eru nauðsynlegir í nútímanum og til að þetta gangi allt upp. En svo fyrir lífeyrissjóðuna eins og náttúrulega víðar í fjármálakerfinu hefur reglubyrðin þyngst og einhverju leyti það óhjákvæmilegt en auðvitað alltaf mjög mikið að fara yfir það að hún sé ekki þyngri, hún þarf að vera á hverjum tíma og sé í samræmi við áhættuna sem að við að glíma. Nú síðan hefur samfélagið náttúrulega breyst verulega og ég ætla nú bara að nefna hér þá þætti sem að hafa mest áhrif á verkefni og árangur lífeyriskerfisins. Það er náttúrulega lægri fæðingartíðni, aukna lífslíkur fólks á ellilífeyrisaldri og fjölgun íbúa á erlendri uppruna. Og þá ég að tala íbúana, svo hitt sem líka hefur gerst, það er aukin tilfærsla vinnuafls og fólks á ellilífeyri til og frá landinu. Það er vinnuafl að koma og stutt og svo ferða og svo það með einhver réttindi erlendis og ellilífeyrisþegar flykkjast til Spánar eða bara taka upp búsett í Portúgal, alls konar slíkar flækjur. Og þetta þekkir þig. Nú síðan, eins og mun koma skýrt fram í grænbókinni, hvenær sem hún kemur nú, að þá greinilegt að á þessu tímabili hefur hagur aldraða batnað, bæði varðandi rauntekjur, eignastöðu og annað þvílíkt. Tekjujöfnuður þeirra á milli hefur aukist, meiri jöfnuður þeirra á milli og virkur eftirlaunaaldur hefur lækkað. Og hér er alveg ljóst að einhverju leyti þetta samfélagsbreytingar en hér á líka uppbygging lífeyrissjóðakerfisins mikinn
hluta máli sem gerir þetta mögulegt. En það líka svolítið getur verið athyglisvert að hugsa sko hvað hefur ekki breyst. Og af því að Þórey sýndi þetta viðtal við mig einhvern tíma 1995 og ég var þá að tala um Messin 3. Þetta var nú kannski, ég er svona veltið fyrir mig hvort að þeir geti séð þetta sem sama mann. Þetta var aðeins unglegur og spengilegur maður sem þetta sagði. En ég held ég við þetta í meginatriðum. Og þessi svona grunnhugsun í kerfinu og megin eiginleika kerfisins hafa ekki breyst á þessu tímabili. Það er í báðum tilfellum verið að tala um 3 stoðir, 3 stoða kerfi, almannatrygginga, skylduiðgjalds og valkvæðs lífeyrissparnaðar í séreign. Nú stærstu hluti skylduiðgjalds fer til lífeyrissjóða sem byggja á fullri sjóðsöfnun og samtryggingu. Það er eins og þið þekkis hluti af skylduiðgjaldurinn getur ef ákveðnar forsendur uppfylltar farið í séreign líka. Og það hefur heldur ekki breyst að sko mikið vægi sjóðsöfnunar er enn helsti styrkleiki kerfisins. Sko að vísu er það þannig að, og þetta er eitthvað sem hefur vísu breyst, að þegar maður núna skoðar munun á raunávöxtun sjóðanna annars vegar og raunaukning á launasummu þjóðarbúsins hins vegar sem má líta á sem ávöxtun í gegnumstreymikerfi, að þá er þessi munur ekki lengur mikill. Og meira að segja einstaka, svona ef það fer eftir hvaða langa tímabil maður að taka, eins og 2000 til 2023, þá er launasömu aukningin aðeins meiri. En sko en þetta var samt bara eina réttlætingunum fyrir kerfinu og það sem að sjóðsöfnunin gerir einnig er að bjóða upp á færslu hluta lífeyrisbyrðar erlendis með erlendum fjárfestingum og það er með auðvelda það að glíma við lífeyrisbyrðina þegar þjóðin eldist. Og síðan eru auðvitað jákvæð efnahagsleg og fjármálaleg áhrif og stjórnarskrárvarin réttindi. Sko, fyrst þetta með efnahagsleg og fjármálaleg áhrifin, það var mikið fjallað þetta í báðum þessum íslensku greinum mínum og líka þessar ensku. Það verður reyndar enn ítarlegra í þessar ensku núna, það er komið meira efni og annað þvílíkt. Og þau eru klárlega til staðar, þó að auðvitað séu líka kannski skýrar núna heldur en áður ákveðnir áhættuþættir og áskorunir í því líka til hendi. Nú síðan, og þetta er kannski kann að virðast gaman svolítið, þá er núvirðingastuðlinn, hann er ennþá 3,5% eins og hann var þá og hefur verið allan tíman. Og það er að mínu viti ekki vegna þess að það hefur verið vanrækt að breyta honum. Það er vegna þess að það, merkilegt nótt, hefur bara ekki verið neitt tilefni til að breyta honum. Því að yfir lengri tímabil hefur raunávöxtun lífeyrissjóðanna verið mjög nálægt þessu eða ef við förum enn lengra aftur til 1991, sem er kannski ekki alveg réttlægt, en ef við gerum það, þá er það nokkuð fyrir ofan. Og ég nefni þarna þessar tölur að raunávöxtun 2023 er 3,3%. Það er kannski ekki alveg bestu upphafs- og lokapunktarnir, en það var valdi ég þarna út af þessu 1999 ári, þessi aldarfjórðungur. Það er ekki það besta vegna þess að þetta er bæði að byrja í lægð og síðan er náttúrulega vegur fjármálakreppan stóra mikið í þessu, en eiga síður. En það breytir því ekki að þetta getur breyst og það þarf, eitt af því sem þarf að gera er að fylgjast vel með því og vera með eitthvað ferli
það hvernig hægt að breyta honum ef ástæða þykir til. Og síðan hefur það ekki breytt að það séu áhyggjur af miklum umsvifum sjóðanna á ákveðnum innlendum eignamörkuðum. Það alveg það sama. Og ég kem aðeins betur á því og eftir svona hort á málið núna. En lausnirnar sem voru lagðar til þá, þarna í kringum 2001, var að annars vegar auka fjárfestingar erlendis og það var gerst og gerðist og hins vegar að auka vægi innlends hlutafjár. Það var sérstaklega skýrt 1905, þá átti það verulega við. Í 2000 skýrslunum var það þegar búið að aukast verulega og hefur haldið síðan. En kannski ef við komum saman eftir aldarfjórðung þá vorum við enn að ræða þetta en einhvern veginn hefur þetta gengið upp. Nú, ég ætla bara til að klára þetta með aldar, að því ég sagði skyndimyndir lífeyriskerfisins í aldarfjórðung, að gera það líka svona myndrænt. Sko það þetta í skýrslunum frá 2001 að þá gagnasett frá 1961 alveg til 1999 sem að eignir lífeyrissjóða, iðgjöld og lífeyrisgreiðslur og reyndar fleiri stærðir. Og þetta bjó ég til að hluta með því að splæsa saman seríur sem að voru til í mismunandi ritum Seðlabankans og gera það með sem sagt viðurkenndum aðferðum. En vandinn við þetta það að þetta úreldist náttúrulega fyrst að hafa bæst við mjög mörg ár, en líka það að sem sagt lífeyrissparnaður í vörsluaðila, ekki lífeyrissjóða, hefur verið að aukast verulega og það núna komið vel inn í ársreikningabækur Seðlabankans. En í þessu gagnasetti vantaði það og það var meira vandamál og það var þess vegna búið að laga það í þessu og á grundvelli mismunandi gagna. Og hér sjáum við þá fyrst lífeyriseignir sem 100 hluta landsframleiðslu. Þetta meðaltal áratuga og núna síðast og við sjáum náttúrulega hversu svakalega hratt þetta fer í rauninni að vaxa á 10. áratugnum og þarna allir þessi saga. Og þá þetta gagnasett þarna og það hægt að skoða þetta allt. Og hér sjáum við líka hvernig iðgjöldin hafa aukist annars vegar og greiðslur til sjóðsfélaga hins vegar, og ég segi greiðslur til sjóðsfélaga vegna þess að inn í þessu greiðslur til sjóðsfélaga vegna öflunar húsnæðis eða efnahagslegra áfalla og svo framvegis. Nú, og það verður náttúrulega mín vona og kannski verði þetta efni byggt náttúrulega á heimasíðu Landssamtakanna í einhverjum Excel-skjölum, þannig að allir aðrir geta fengið þessu aðgang og notað í einhverjar rannsóknir og annar þvílíkt. Nú svo fer nú kannski að líða að lokum, en ég ætla samt að summera frá mínu sjónarhorni og ég tekar fram allt sem ég segi hér eru mínar skoðanir, þó ég hafi verið að vinna í grænbókin og lagt þar inn greinagerðir og tekið mikið þátt í því að semja kaflana, þá var það alltaf háð að lokum samþykki þeirra nefndar sem að vinna það starf og ég var ekkert að reyna að sveigja það neitt of mikið til og líka þá þetta mínar skoðanir og líka það náttúrulega valið auðvitað mitt. Ég að velja, aðrir myndu kannski velja þetta einhvern veginn öðruvísi. Og ég held að stærstu áskoranirnar og álitamálin séu í fyrsta lagi þetta að það að ná til lengdar ávöxtun á lífeyrissjóðum sem stendur undir boðuðum réttindum. Það að segja við erum að ná þessu 72% að meðaltali fyrir launa, verðbólgu leiðrétt og en á sama tíma erum við með kerfi þar sem að segir sjóðsfélagarnir fá bara að lokum það sem að sjóðurinn og það ávöxtun sem hann gefur. Og það getur þá verið á hverjum tíma þýðir það þegar framtíðin kemur,
þá verður þetta ekki 72%, heldur 65% eða 80% eitthvað þvílíkt. Og þetta er áhættan og óvissan sem að sjóðfélagarnir bera, en auðvitað hafa þeir tilhneigingu eðlilega, þeir líta á réttindatöflurnar og segja, já, þetta er það sem ég mun fá og allt það. Nú síðan annað sem að eftir að ég skoða þessi mál fleiri spurningar fyrirkomulag örorkulífeyris hjá lífeyrissjóðum. Sko, við vitum að lífeyrisbyrðin mjög ójöfn hjá sjóðunum. Það þetta jöfnunarframlag frá ríkissjóði til þess að koma morðs við það, og í rauninni staðan sú að kostir samtryggingar og dreifingar áhættubyrði ekki að nýtast nægilega. Sko, ég meina tryggingaprinsippið það, eftir því þú byrðir stærri potta, þá verður ódýrara að bjóða fram áfallatryggingar. Og þetta eitthvað sem að mínu viti verður að skoða. Ég veit að það eru sumir sem hafa, eins og til dæmis vinur minn Hrafn Magnússon, hann á tímabili var að ámálga það að bara ríkið ætti að taka bara yfir örorkulífeyrinn og lífeyrissjóðirnir ættu bara að vera með ellilífeyrinn. Og það er auðvitað ein leið, en það líka hægt að hugsanlega, auðvitað eru sumir sem vilja treysta kannski ekki ríkinu, og nú fjármál- og efnahagsráðherra hér, og hann verður ekki alltaf í embætti, þið vitið það, sko, þannig og vilja hafa réttindi sem byggist á sparnað og eignum, sko. Og þá væri auðvitað hægt að dreifa áhættunni yfir sjóðina með einhverju hætti, með sérstöku sjóð, og sem fær hlutaskyldu iðgjalds eða annað. Þetta eitthvað sem að mínu viti þarf að skoða. Nú síðan næsta sem þarf að skoða hlutverk séreignar, flækjustig og neytendavernd. Sko, þið þekkið þetta, séreignin getur komið á skyldu iðgjaldi, það frjáls og bundin og tilgreind séreign sem samhluta samtryggingu samkvæmt lögum, og síðan valkvæðu iðgjaldi, og það viðbótarlífeyrissparnaður og umfram viðbótarlífeyrissparnaður. Þetta töluvert flækjustig. Það spurning hvort að þarf ekki að einfalda þetta, og síðan eru svolítið neytendaverndarmál í þessu öllu saman sem þarf að skoða. Og síðan þetta með greiðslur og séreign í efnahagslegum áhugaðslum til húsnæðisöflunar. Það náttúrulega gert svona ad hoc með lagabreytingum, en kannski þarf að hugsa séreignina upp á nýtt, og ef hann hafa víðtækara hlutverk, þá bara gefa henni víðtækara hlutverk og hafa það í sérlögum. Það sem skiptir mestu færandi S-in 3, það auðvitað lífeyrisréttindi sem byggja á S-unum 3, sem auðvitað séreignin að hluta til. Hún mikilvæg fyrir sveigjanleika varðandi það að þegar fólk að hætta í vinnu og annað þvílíkt og marga kosti, en þetta notana í þessu skyni, svona ad hoc, þetta þarf að hugsa eitthvað betur. Nú síðan það áskorunum varðandi það að vera með viðeigandi regluverk og eftirlit með lífeyrissjóðum og öðrum vörsluaðilum sem byggir á greiningu og eðli og umfangi áhættu í þessari starfsemi. Sko, það þannig að viðskiptalíkan innan gæsalappa og lífeyrissjóðana og áhættusnið annað en banka- og tryggingafélaga, og þetta erum við allir sammála um. Þeir eru langtíma fjárfestar og það ekki hægt að gera áhlaup á skuldahlið þeirra, eins og hægt í tilfelli banka. Og af þessum sökum, langtíma þátturinn, þá eru mælingar á skammtímaflökt gera lítið gagn. Það eru reyndar sumir hagfræðingar sem segja að gera lítið gagn líka fyrir bankana, það er bara önnur umræða sem ég ætla ekki að vera út í hér. Og það væri nær að horfa til áfallaprófa og sviðsmynda, og því af þessum sökum ekki hægt að yfirfæra regluverk og eftirlit með bönkum yfir lífeyrissjóði. Ég aldrei séð þessu nú saman þetta í ágætri skýrslu Seðlabankans áhættumiðað eftirlit með lífeyriskerfinu. Þá var ég undirstrikað að yfirfæra það sem á við, en ekki það sem ekki á við.
Og síðan það að lokum þetta stóri sjóðir í litlu landi. Ég ætla að hætta þar. Sko, vandinn í hnotskurn eins og hann er lýst og hlutallir réttilega að mikil sjóðsöfnun getur grafið undan væntum ávinningi sjóðsöfnunar með að þrýsta niður ávöxtun á fjármagni, að það er of mikið fjármagn að elta og fáa kosti, og þar með ávöxtun á sjóðunum og þar með ekki hægt að standa undir boðuðum réttindum. Og síðan til viðbóta getur fylgt þessu hætta bóla ástand og innlendum eignamörkuðum og ójafnvægi í þjóðarbúskapnum og þetta áhætta fyrir stöðugleika. En þá rétt að hafa í huga að sko stærð sjóðs ræðst á óbreyttu þeim réttindum sem stefnir af úr sjóðsjöfnun. Við viljum fá þessi 72%, það er það sem aðalega vinnumarkaðarins hafa sagt þeir vilji. Og svo lengi sem það er þannig að þá er lítið hægt að gera varðandi þetta með stærð sjóðsins. Það sem er hins vegar hægt að gera, það er auðvitað náttúrulega hægt að breyta kerfinu og bara lækka iðgjöldin í sjóðsjöfnun og auka almannatryggingar eða búið til einhvað þriðja kerfi til hliðarinnar sem er einhvers konar gegnumstreymi. Það er mikið flækjust í því og vonandi mun það ekki þurfa. Það sem ég held að geti fleytt okkur langt eru meiri fjárfestingar erlendis og fjárfestingar í víðara mengi innlends fjármálastofnana, svo sem fjármálastofns, eins og innviðir og það að skrá fleiri félag á markað og annað því það gæti dugað. Því að sjóðurinn hefur stækkað mjög mikið sem hlutfall af landsframleiðslu, en ef maður dregur erlendu eignirnar frá og skoðar innlendar eignir í hlutfalli við innlendan fjármálastofn, þá hækkunin miklu minni. Þannig að þetta kannski mun ekki nægja til og þegar við komum hérna, ég mun ekki tala eftir 25 ára en einhver annar, þá eru þetta kannski umræðefnið. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Við komum ekki að tómum kofanum hjá þér. Það er ýmislegt þarna til að hugsa um. Það skortir ekki áskoranirnar ennþá. Þetta er að stækka og annað og ríkið er ofta að reyna að ná sér í fjármuni og er að reyna að ná okkar almannahag saman og svo framvegis. Og hér erum við með rosalega öflugt fólk í stjórnun og störfum í dag. Bæði Björk Sigurgísladóttur, það er verið að tala um hvernig eftirleikinn flækist og annað. Við erum með ráðherra, þetta er málaflokkur undir þeim væng og ráðherra er hagfræðingur og kemur til að nýra þessu. Og það væri áhugavert ef að einhver hefði áhuga á að koma hérna inn og koma með smá svona komment á það sem að Már hefur haft til að segja, því að það er mikill bara heiður að vera hérna með ráðherra með okkur á þessari stundu. Gjör svo vel.